Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að fræðast aðeins gjörningalistahátíðina A. Verið velkomin til okkar. Takk. Ragnheiður, segðu okkur aðeins frá þessari hátíð. Hvernig kviknar svona hugmynd á því að halda gjörningalistahátíð að haustlægi norður við heimskautsbaug? Hugmyndi kviknaði fyrir kannski það bil 2 árum, 2,5 árum milli okkar Hlyns Hallssonar. Forstöðumann Listasafns Akureyrar. En þannig málum vexti. Ég var náttúrulega leikhússtjóri hér og síðan þegar ég var að flytja suður og halda áfram að sinna lokal alþjóðlegri leiklistarhátíð sem við hjónin stofnuðum fyrir núna hartnær 9 árum og alltaf haldin í síðustu helgin í ágúst. Að þá datt okkur í hug hvort það var ekki sniðugt að einhvern veginn að tengja lokal og Reykjavík dansfestival sem við vinnum náið með fyrir sunnan við Akureyri á einhvern hátt og við listasafnið. Og það var eiginlega fyrst sem kom í hug, þetta öfluga myndlistarlíf sem hérna. Af því að það líka staðreynd að myndlistarlífið hérna ekki einungis frábæri verk sem hægt að hengja upp á vegg, heldur svona mikið gróska í gjörningalist á Akureyri meðal listamanna sem eru búsettir hér og okkur fannst þá tilvalið að hafa þessa hátíð helgina eftir lokal og Reykjavík dansfestival þannig að jafnvel gætu einhver atriði sem að væri á þeim hátíðum komið norður. Já. Og það tók svona svakalega vel í fyrra að eiginlega bara vonum framar. Bæði þáttakan var mjög mikil, listamenn sem vildu taka þátt. Og eins áhorfendur, þessir akureyrsku og eyfirsku listunundur, þeim viðbrugðið hvað varðar áhuga þeirra á listum. Nákvæmlega. Þannig að við náttúrulega, þetta strax orðin hefð, það var einhvern sem spurði daginn, það hefð á hátíðinni að? Já. Eitthvað, ég sagði já, það vissulega hefð. Og þetta í annað skipti. Og þetta í annað skipti, þannig að En gjörningalist hlýtur að vera svona, þetta næstu í sagnorðið að gera eitthvað. Er það einhver nálgun á skýringuna? Maður gæti sagt líka að þetta væri, það náttúrulega slett á ensku, það líka verið sagt time-based art og það eitthvað sem á sér stað í rauntíma. Maður getur líka, þetta náttúrulega allt rosalega líka nálægt leikhúsinu í sjálfu sér, þó að kannski aðferðafræðin sé ólík oft á tíðum og kannski ýmis aðferðafræði sem notuð, þá þetta lifandi listflutningur og yfirleitt með lifandi líkömum á vissum tíma. Á vissum tíma, og það náttúrulega, svo náttúrulega eins og með gjörningana, það náttúrulega kannski skilgreiningar líka fræðilegar, hvað happening og event og slíkt. Og það skiptir kannski ekki endilega máli. En niðurstaðan að þarna kannski mætast listformin svolítið óheflað. Já, gaman líka að leiða saman, að þetta, eins og ég segi, það svona núningur, alltaf skemmtilegu núningur, líka á milli leikhúsins og í dag, það sem við köllum samtíma sviðslistir, skulum við segja. Við erum farin að skilgreina í rauninni sviðslist, við erum hægt að tala leikhús eða dans, meiri segja, sem aðskilið. Þannig við köllum það sviðslistir og þær fara oft á tíðum og jafnvel þá fólk sem hefur menntað sig í sviðslistum, oft á tíðum inn á svið má segja svona gjörningalistarinnar í myndlist. Og svo þetta náttúrulega líka hér, það svona kannski einkennandi líka bara fyrir okkar listalíf þessi nánd listana sem mjög skemmtilegt að það fólk náttúrulega þekkist líka bara tengist vinaböndum og annað. Já, foreldrar í sama skóla eða eitthvað. Já, og þvert á listgreinar. Þannig að það oft á tíðum sem þetta gerir svona, ég ætla ekki að segja óvart, en það verður einhver gróska sem að verður kannski svona fyrirhafnarlaus á milli listgreina og ég held að sé svona áberandi núna í samtíma listum að það mikill samgangur. Samgangur og suðupottur. Og það má náttúrulega í sjálfu sér alveg segja með leikhúsin náttúrulega staðurinn þar sem að þetta hefur alltaf eiginlega komið saman sem náttúrulega gríðarlega áhugavert. En hvað getur þú sagt okkur til dæmis bara um þitt framlag á þessari gjörningalistahátíð? Ég með verk sem ég kalla óendanleikur og fjallar
Já, maður hefði aldrei séð hvað fjallar. Nei, já. Nei, þetta, ég er samt að díla við sko svona við sko stóra happeninguna sem er dauðinn sko. En framsetningin er mjög reyna að hafa þetta svolítið létt, þannig að þetta er svona eins og svolítið gáta sko. Það er flagg, fáni semst efst í gílinu sko, blaktir mjög. Ef það er svolítið vindur sem ég vona reyndar, þó að haustvindarnir hafa eitthvað látið. Það er alltaf gott viður. Já, alltaf gott viður okkur. En hann er mjög svona glaðlegur sko. Já. Og ég er kannski líka svolítið að fjalla það sko að framsetningu á sannleikanum. Já. Eða hvernig hlutirnir eru sagðir og hvað þeir þýða. Eða þýða ekki sko. Nákvæmlega. Eins og allir reiðir á Facebook, það er alltaf, pólitíkin er alltaf að ljúga á okkur. Eða auglýsingarnir eða eitthvað sko. Og ég er svolítið svona plata fólk í þessum gjörning, eða þessari innsetningu, happening. En viltu segja okkur kannski aðeins meira frá því? Hvað gerist á hátíðinni? Hverjir eru þarna, hvað er verið að gera? Það ægir hér öllu saman. Þetta er mjög metnaðarfull dagskrá í ár. Það eru, sko, við vorum að telja saman núna við Guðjón Þórs verkefnastjóri, af því að ég er að fara að elda súpu handa ofan í fólkið, listamennina í kvöld. Þess vegna þurftum við að telja saman hvað þetta væri margir og okkur taldist til að væru teknir fram sko í prógrami 40, en það getur allt eins verið tvöfaldað með þeim þáttakandum sem síðan eru í hverjum gjörning fyrir sig. Já. Og þetta eru gjörningar allt frá 5 mínútna gjörningum upp í lengri svona, hvað segir maður, sem eru bara ongoing yfir alla helgina. Það er líka náttúrulega inn í þessu frumsýning Leikfélags Akureyrar á Helga Magra og Borgarasenan kemur aftur á sunnudaginn. Það er hún Alice Liu frá Ólafsfirði, listhúsinu. Það er alveg hópur af erlendu listamönnum sem hafa verið þar hjá henni, sem eru komnir til þess að fremja gjörning á síðan listir sínar. Það eru 2 atriði sem við komum með frá Lokal og Reykjavík Dansfestival frá síðustu helgi, en þar var hátíðin okkar undir heitinu Everybody's Spectacular og það var annars vera hún Hósi Ferflossem sem var í Flóru í gær, milli 5 og 7 og verður aftur í dag, milli 3 og 5, að hún svona blandar saman matargerðarlist, vísindum og tilraunum, mjög skemmtilegur gjörningur. Og hins vegar, við erum tegjum okkur í ár út í Hrísey og þar verður kanadíski hópurinn Theatre Replacement með verk sem heitir Town Criers. Þannig að það er sko mjög alþjóðlegt yfirbragð yfir þessu. Svo náttúrulega Anna Richards, hún er náttúrulega ómissandi af dagskrá Við verðum eiginlega að staldra við hana vegna þess að ég hef nú búin að fylgjast með henni lengi og að það sé gjörningalistahátíð yfirleitt. Eitthvað sem var, sko, þegar hún byrjaði á þessu listformi, ég man eftir henni upp á síðustu aldamótum og það fólk var nú bara á innsoginu af sjokki yfir þessari sturlun allri saman. Og nú við höfum búin að fara í gegnum hún ruddi nú svolítið í brautina að einhverju leyti í þessu. Algjörlega. Já. Heldur betur. Ég man eftir því, sko, sem svona, þetta ekki verið svona það leyti sem ég var að byrja, sko, í námi, sko, sem hún fór bara út á götu á hverjum 5. degi, sko, að hreingera, sko. Bara að fá þetta hérna á Akureyri var bara alveg rosalega innspýting, sko. Þetta var rosalega gott, hún var náttúrulega brjóstaber að þrífa ljósastaura og eitthvað og þetta var alveg sjúklega fyndið að sjá hvaða áhrif þetta hafði á þetta íhaldssama áður iðnaðarsamfélag sem að náttúrulega var á innsoginu yfir hvað þetta væri allt skrítið. En svo hefur einhvern veginn samfélagi breyst svo ofboðslega mikið og kannski eiginlega tákgrænt að sjá að gjörningalistahátíð telst bara sjálfsagt mál og enginn á nokkru insogi heldur bara mætir og nýtir þess. Já, það er náttúrulega oft með listamennina, þeir svona ryðja brautina, taka það að sér að vera undanfarar. Og hún er sannarlega ég myndi segja ein af undanförum í íslenskri, sko, náttúrulega íslenskri danslist. Anna kemur náttúrulega frá dansinum. Ég kenni henni hvernig fór fyrir mér. Hún var mikill áhrifavaldur, hún kenndi mér í Kramhúsinu þegar ég var unglingur og hafði sko gjörbreytt hugmyndum mínum
sviðslistir, hvað væri hægt og hvað væri ekki hægt. Já. Þannig að hún er náttúrulega algjör gjöf til okkar. En það er alveg ótrúlega margt í boði Ásdísi Gunnarsdóttir og kemur með gjörning og svo náttúrulega Alla Aðalheiður Eysteins verður á morgun með gjörning. Hvað ætlar Alla að gera? Hún ætlar líka, það er eitthvað svona súpudæmi í gangi. Því hún ætlar líka að bjóða upp á súpu. Mín súpa er ekki gjörningur, hún er bara að fæða fjöldan. Það er bara næring. Við getum kallað það gjörn. Við getum alveg kallað það gjörning. Fyrir eftir hvernig þú gerir þetta. En Aðalheiður ætlar að bjóða upp á súpu. Og svo er Sara Björnsdóttir, hún er í kvöld. Og svo er svo skemmtilegt að það strax í fyrra þá var komin svona off-venue svokölluð hátíð. Þannig að Jonna er til dæmis með off-venue, Hekla og Kó eru með off-venue á 3. hæðinni í Listasafninu annað kvöld, myrkramessu. Það er svona leyni vídeóhátíð í heimahúsi sem ég ætla ekki að segja meira frá. Það er bara þeir sem muni heyra af henni, þeir muni rata þangað. Þannig að dansi jóki í kvöld í Ketilhúsinu. Það er, maður tekur bara andköf af yfir þessu prógrammi. Og svona svolítið að lokum að því þú voru nú að tala hverju þetta hefur breytt og þú varst í náminu þegar Anna var að þrífa. Ég veit að myndlistin og listafólki hefur haft gríðarleg áhrif á hana bæ vegna þess að ég hef alveg hugsað þetta bara það sem Glerártorg er núna, þarna var bara verksmiðjuhverfi, þarna unnu bara 1000 manns í kringum, hvað ég var að segja, 88, eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki það brjálæðislega langt síðan. Gilið okkar, þarna var ekkert nema iðnaður, það var verið að búa til brauð og föt og guð má þetta hvað, það þekki allir þetta, við höfum Lindu, við höfum Kea og í dag er listagilið okkar sem hefur síðan verið eitthvað svona átök hvort eigi hegta grófargilið eins og var þegar það var iðnaðarbil og síðan núna listagilið, en flesti kalla það bara gilið og er ekkert að flækja það. En þetta er í rauninni ótrúleg saga og mín upplifun þegar ég er að skoða og taka viðtalið marga í svo fjölbreyttu samhengi er að okkar hrun á Akureyri hafi svolítið átt sér stað með iðnaðinum og þetta eitthvað annað varð fjölmargt en ekki síst listirnar. Getur þú tekið undir þessa upplifun á þessum? Alveg gjörsamlega. Þegar ég var að byrja þá voru við með það var Gamlalundur, það voru myndlistarsýningar í Gamlalundi. Það var eini staður svona myndlistsýningar á Akureyri. Það var ekki komið í Listasafn. Og þegar ég er í skólanum þá höfum við nemendur og undirskriftasafnanir þessa hugmynd gilið að reyna og fórum með til þannig við vorum þáttakendur í ferlinu það var mjög okkur fannst við vera að vinna mjög þarft verk þetta lifði virkilega á þessum tíma og þetta er bara bylting hvað við gerst Þetta er nefnilega bylting, þetta er algjör bylting og ég er ekki viss að fólk það eru margir bara búin að gleyma þessu að þetta hafi einhvern tímann verið allt öðruvísi og það fyrir svona skömmu síðan. Já, ekkert smá öðruvísi. Þetta er annar heimur bara að gera svona. Já, og núna er tækifærið. Þannig að það er að gera að kynna sér dagskrá gjörningarlistahátíðar og taka þátt og vera ekki feimin við það. Það er væntanlegt að sjá alla dagskrána inn á visitakureyri.is eða annar staðar. Vefsíðu Listasafnsins líka. Og svo náttúrulega að sjálfsögðu fésbókarsíðan. Já, upprópunarmerki. Já, heimilt. Glæsilegt. Takk fyrir kærlega að koma og þessum nótum þá ætlum við að ljúka þættinum í dag. Hvet ykkur til þess að kynna ykkur þessa dagskrá og fara bara á upprópunarmerki á Facebook og bara láta vaða. Það er dálítið magnað að upplifa gjörningarlistahátíð. En ég segi einfallega bara við ykkur öll sömul, góða og yndislega helgi.